Það líf og fjör í fótboltanum á Suðurnesjum þessar mundir, þrátt fyrir að ekkert lið á svæðinu spili í efstu deild í ár. Í síðustu viku fóru fram tveir stórir nágrannaslagir, þar sem Keflvíkingar og Grindvíkingar öttu kappi bæði í karla- og kvennaboltanum í fyrstu deild. Leikir milli þessara Suðurnesja risa í fótboltanum eru alltaf fjörugir og hart barist. Enda stoltið og svokallaður montréttur að veði þegar þessi lið mætast. Að þessu sinni voru það Keflvíkingar sem komu sigur yfir úr báðum viðureignum. Kvennaleikurinn einkenndist af mikilli baráttu en úrslitin réðust með sannkölluðu draumamarki hinnar 16 ára Anítu Lindar Danielsdóttur í blá lokin. Karlalið Keflavíkur hafði 2-0 sigur að þessu sinni, þar sem stór mistök Grindvíkinga reyndust dýrkeypt. Maggi, nú fyrsti derbyslagurinn hérna á milli þessara liða í fyrstu deildinni held ég yfir 20 ár. Hvernig leggst þetta? Þetta leggst bara vel í okkur. Við ætlum bara að ná í 3 punkti í dag og sigla þessu heim. Það er alltaf gaman að spila derbyleiki. Grindvíkingar á smá flugi, nett vonbrigði hjá ykkur svona. Er ekki mikilvægt að landa þessum 3 punktum eins og þú segir? Jú, þeir eru bara að standa sig vel og við svo sem erum bara að finna taktinn og engin svo sem vonbrigði en við ætlum að koma sterkir í dag og vinna hann leik. Hvernig leggst svona grannaslagur í þig? Er þetta alltaf svolítið öðruvísi tilfinning að spila á móti Keflvíkingum? Já, það er það. Ég var nú einmitt að segja við strákana inn í klefa. Maður er búinn að fara ansi oft í gegnum þessa leiki og þeir standa upp úr og ég bara hvetja þá í rauninni til að upplifa þessa tilfinningu. Þetta eru skemmtilegustu leikirnir, finnst mér sko. Þegar þú varst leikmaður, þurfti eitthvað sérstakt til að gíra mennum fyrir svona leiki. Gerist það svona nokkuð veginn sjálfum sig kannski? Það gerir það. Við leggjum upp úr svona rævalslag. Þetta eru stóru leikir og það finna það allir og ég er bara gaman að því og þetta á að vera stórt dæmi og þetta eru 2 sterk lið sem eiga að vera í úrvalsdeildinni og það gerir þetta svona ennþá skemmtilegra finnst mér. Þetta er umgjörðin frábær og þú veist, við erum í þessu til að upplifa þessa leiki sko. Hvað segirðu, eiga þessi lið ekki að vera slást hérna í úrvalsdeildinni frekar? Jú, það myndum við sjá en við sjáum til í haust. Það væri óskadraumur að við verðum með bæði liðin uppi í haust. Hvernig líst þér á þessa byrjun hjá ykkur Grindvíkingum? Þeir eru á topnum og eru búin að spila glimrandi það sem aðeins sumri. Já, hún er alveg samkvæmt væntingum okkar. Við settum okkur markmið og fengum réttu mennina til að púsla inn í. En við erum með svolítið af meiðslum núna en samt erum við búin að ná í 9 stig í 3 leikjum. Þannig að þið ennþá eitthvað inni? Já, ég til það. Við erum allavega til að hafa breidd. Það er líka við að sé alveg saman hver kemur inn, við erum með góða breidd. Hvað segirðu, fannst þér þetta sanngjörn úrslit? Ég meina bara lið sem að skora fleiri mörk sem á skili sko og þeir gerðu bara engin mistök í dag og það var þess að skilda á milli. Við gerum 2 mjög afdrifarík mistök en það er bara eitthvað sem við þurfum að læra af og taka með okkur inn í næstu leiki og reyna að byggja ofan á því að við gerðum okkar hluti svo sem ágætlega. Ég meina þeir voru bæði mörk eru komið á bara eftir einstaklingsmistök, en það er bara eitthvað sem að gerist, þetta er liðsíþrótt og það er lítið sem við getum gert í því sem við þurfum bara að halda áfram. Ykkar spilið svo sem fínt, þið haldið bolta vel og svona, þeir líka kannski tilbaka, vantaði eitthvað upp á í sóknarleikunum? Það vantaði svolítið svona klísju, þetta smiðsöki sko, síðustu sendinguna, en ég meina sjá allir að þeir eru bara að spila sinn bolta og þeir fylgja sínum prinsipum og það virka að fyrir þessu leik, en ég meina við verðum bara að sjá til eftir 22 umferðir hvernig þessi taktík virkar saman sko. Hvernig fannst þér svona spila þennan leik? Mikil barátta? Já, bara deildin er rosalega fysisk sko, þannig það komið svo sem ekkert á óvart, ég meina það var mikið pústra og eitthvað en ég meina það er bara hluti af þessu, þetta er Grindavík Keflavík sko. Hvað segirðu, þetta lítur ansi ljótt vinna derbyslaginn hérna á heimavelli? Já, mjög svo gott og halda hreinu og ég var bara hrikalega ánægður með hvað við vorum svona agaðir og með fókus allan leikinn. Gekk ykkar leikskipulag fullkomlega eftir, þið lágu svona aðeins tilbaka og já, vörðust vel? Já, við ætlum að fara inn í leikinn þannig allavega en sjálfsög hefði maður viljað kannski ná
ná að róa boltan aðeins meira þegar að leiða leikinn en eins og leikurinn þróaðist þá setti þeir svo mikla pressu á okkur og að það gerist oft þegar maður lendir einu marki yfir eitthvað svoleiðis að maður reynir eitthvað maður næri ekki alveg í taktinum að spila boltan. Hverjir unnu Grindavík? Keflavík! Hverjir unnu Grindavík? Keflavík! Hverjir besti? Keflavík! Hverjir besti? Keflavík! Hverjir besti? Keflavík! Hverjir besti? Keflavík! Besti! Keflavík! Keflavík! Dramatíkin verður ekki mikið meiri en varð í leik Keflavíkur og Grindavíkur í fyrstu deild kvenna. Þegar 3 mínútur voru komnar yfir venjulegan leiktíma, þá gerðist þetta. Hvernig var að smell hitt hann svona í blálókin? Geðveikt, ég veit það ekki. Ég að fara að grenja, sko. Hvað varst að hugsa? Þú var búinn að taka langan sprett og bara láta vaða? Bara að þurfa að klára þetta. Hitta ramman. Varst þú þreytt til að fara nær? Já, ætti að segja það, sko. Það er gamanlegt að sjá hann bara nánast bara í samskeytunum hana, samskeytin inn. Ég veit ekki hvað ég segja, sko. Það er ekkert oft sem að þau vinni Grindavík, eða þú ert svona í deildarkeppni. Ekki við þetta liða þeim, nei, sko. Þetta er alltaf hann að liða heldur en í faxlarmótinu á þeim. Það er svo sálega með hann að sigur, sko. Maður sá það, þetta er mikla þýðingu fyrir ykkur þessi sigur. Já, heldur betur. Hvernig var þessi leikur og erfiður leikur? Þetta var náttúrulega stál í stál og virtist alltaf að henda bara 0-0. Já, þetta var erfiður leikur. Það eru drullu góð ár, en við erum með góða hlaupagetu og djúlar. Það skilur okkar sigurum. Kannski þetta var hressileg blauð tuska svolítið í andlitið hann í lokin? Já, frekar sko. Mér fannst við vera búin að reynda svona jafn leikur í fyrri hálfleik en mér fannst við vera mun sterkari í seinni hálfleik og áttum fullt af sénsum svona til að klára það en nýttum það ekki og fengum þetta bara beint í andlitið. Það er þetta klassíska, ef þú nýtir ekki færin þá færðu það stundum í andlitið. Já, þá fær maður að stundum í andlitið, það er bara ekkert svo sem við því að segja. Þetta var frábært skott hjá henni og hitt hann vel og já, hann lá bara. En við erum náttúrulega hundsvektar með að hafa ekki klárað leikinn. Þið eru með hérna ungt og sprækt lið, hefur það skiljað sér kannski? Þið áttu aðeins inni hann í lokin kannski? Já, held að það er svona, þetta er eiginlega bara jafn lifandi að segja samt, sko. Hvernig leggst þessi byrjun í þau? Þau byrjaði þetta glimrandi vel? Bara fínt, sko, ég er stressað fyrir hann leik, það er Grindavík en maður þarf að halda kúlunni. Gera það með þessu marki kannski? Já. Draumamark? Já, heldur betur.